Ég tók við fyrirtækinu 1961. Aðstæður voru bara þannig að ég var 12 ára þegar ég misti pappa minn og við erum 6 systkinin og ég fór í verslunarskólann og við höfðum bara gefna á því að vera með menn í vinnu, þannig ég kom heim og tók við þessi framhald af því. Og þú þá, hvað varstu gamall á þeim tíma? Ég er 16 ára þegar ég tek við. Og hvernig hefur nú rekstur fyrirtækisins breyst á þessum tíma? Það hefur gist alveg, við vorum 2 lengi. Ég hafði þetta að ráða manna því ég hafði ekki bílpróf til þess að keyra út. En við erum 8 í dag og það gengur bara mjög vel, hefur gengið vel alla tíð. Og hvernig hefur svona undanförnum árum, hefur verið eitthvað svona breyting í svona neyslu og neyslu bæði heimamanna og svona með tilkomu ferðamanna? Já, það er mikil breyting. Aukning á ferðamanna hefur kallað á það að við erum orðið miklu stærri í því sem kallaði catering, þar sem að veitingastæðir og ég sótti vínheildsöluleyfi og ég þjónusta hérna veitingastæði með allt vín, bjór og allt það og ég hef reynt að bæta það upp svona þegar annað hefur minnkað. Og hvað er svona framundan kannski hérna með tilkomu svona bara breyttrar neyslu og hvernig séðu fyrir þið næstu ári í rekstrinum? Já, við erum allsælega, við höldum okkar en túristarnir komu í staðinn og það hefur verið mikil aukning í sölu í kringum það en því miður hafa samgöngunar ekki verið okkur hliðhollar en það stendur vonandi til bóta líka. En svona samfélagið, hvernig hefur það breyst á þessum árum sem þú hefur verið að reka fyrirtæki hérna? Já, það hefur náttúrulega breyst mikið, þetta er mikið yngra fólk, það var svona töluvert mikið skarð eftir jarðeldana, fólk sem kom ekki aftur og nýjir kaupmenn og alltaf nýjir ekstraaðilar. En við hefum marga mjög góða kuna og alla tíð, það er náttúrulega stóru fyrirtækin hérna í bænum og stofnanir sem við hefum þurft að byggja okkar afkoma á. Og þú hefur verið viðskiptum við Íslandsbanka og forvera hans í langan tíma? Já, alla tíð. Og hvernig hefur það samstarf gengið? Það hefur gengið mjög vel. Ég hef ekki séð ástæðu til þess að breyta því eða hugsa annað.